því að klukkan orðin 4. Það föstudagurinn 23. febrúar og F9 blöður hafði göngu sína á þessum, já, ég ætla að segja bara fallega föstudegi. Sólinn skín allavega hér í höfuborginni og það sól á Þróttaramerkinu. Já, hér eru 3 menn í gír. Það bara þannig. Og Auðun Blöndal í mínusæti. Það fullu bátur, Egill Einarsson og Steindi. Er þið ekki bara nokkuð ferskir eins og alltaf? Jú, það bara það þarf ekki að spyrja lengur. Nei, það föstudagur í okkur. Og síðasti þátturinn í föstudegi því að næsta föstudag 1. mars. Já, þetta bara einmitt. Já, stóra fréttir fyrir ykkur sem vissu það ekki. Febrúar leið hratt sem alltaf jákvætt. Já, janúar leið eins og 2 ár, en febrúar, hann eitthvað ekki búinn. Nei, hann búinn að vera snöggur að leið. Já. 1. mars, það payday næsta föst. Þannig að fólk verður alveg mökka hérna. Já, við þurfum að vera með eitthvað rosalega þátt næsta föstudag. Jafnvel bara enda á jamminu eftir þátt. Af því að bjórdagurinn líka. Bjórdagurinn líka? Það bjórdagurinn, 1. mars. Hann var leifður 1. mars eða eitthvað 89 eða 88. Sko, við erum samt hættir og við erum að sponsora Túborg. Þeir ættum að geta hendi okkur nokkrum léttur. Við erum hættir jamminu en við erum alltaf til í sötur. Já, við erum hættir að vera funnir. Það ekki svona nýja lóki. Talandi bjór, kælirinn. Já, og rænan. Málið að þetta var mögulega ekki The Brodies. Nei, því að núna hann búið að klára allt. Já, þetta bara djók. Hvað að fólki? Þeir eru ekki. Núna, ég hættur að hlæja þessu. Mér finnst þetta bara ekki fyndið. Það eru bara raging alcoholics að vinna hérna. Já, líka búið að taka sér eitt kaldanindi í þættinum og það ekki hægt að fá. Hann bara, hann tómur. Það líka búið að taka Guinnessin hans Egils þarna og þetta bara. Það reyndar, það eru 3 Guinness eftir. Ég ætla kannski að hafa Guinness í dós. Já, settir minnan inn og hvað 3 eftir? Samt þetta bara Rikki sem hefur eistu í Guinness held ég svona öllu sem hefur vinna. Það er ekki eistu í Guinness? Nei, hann bara solid. Það er ekki fyrir aumingi að það er Guinness. Hann samt splitta Guinness. Já, það var engar hetur í það sko. Hann var bara elska áfengi, það var þetta sko. Og hann líka fyrir auðvitað að ég fæsta kalóri í honum öllum. Já. Hefur drengir, Auðun Blöndal officially á leiðin í verkfall. Nei, það. Jú, það var að koma hérna. Það stendur með þess að Vaffer. Ég var að opna þetta vísi, það stendur rétt í þessu. Vaffer klífur sig frá breiðfylkingunni og búið að slíta sig frá kjaraviðræðum. Þannig að það blöður ekki einni verk. Þetta Vaffer blöður. Þú ert í Vaffer. Er í Vaffer? Já, ég held að. Þannig að næsta föstudag á bjórdeginum og við að fara í bjór og stemning og allt að gerast. Já, það meir verkfall til að halda mig frá þessu stúdíu næsta föstudag sko. Þú kemur alltaf bara í viðtal og færir yfir við. Já, segi ég bara hvað er að gerast í kjara bara í okkar málum hann í Vaffer. Þú ert okkar maður í Vaffer. Já, ég er með eflinguna. Ég og mitt fólk í eflingu. Þeir eru búin að kvitna, það er ekkert við sem einhvern. Við kvittum og hérna og þitt fólki efling. Við kvittum. Við erum búin að kvitta en þið kvittið ekki. En hérna fyrir mér þetta allt kynmerska. Ég veit ég hún fullur maður. Svo ég alltaf að sjá þetta eitthvað á vísi eitthvað. Bara þetta ég er alltaf svona hvað, leysir þetta ekki eitthvað? Ég veit ekkert hvað er í gangi. Þú nefnir ekkert spá í þessu. Það er enginn þetta sem veit hvað er í gangi. Enginn inn í þessu stúdíu sko sem veit hvað er í gangi. Alltaf þessu sé tvítugur. Eina sem ég bara fyndi en akkur ekki vera bara alltaf tvítu. Ég til það. Eina sem ég elska við þetta er að þú ert að leiðin í verkfall því að þú gerir svo mikið grína mér þegar ég er að leiðin í verkfall. Nú ert þú að leiðin í verkfall. Já, það er ekkert komið þangað. Nei, það nokkuð. Nei, ég reyndar ekki því að það stendur svona ígjörn með ég held að Ragnar sé ekki veginn í verkfall. Hann er bara með eitthvað vesen. Ragnar er það sá sem er yfir Vaffer þá? Já, kóngurinn. Ok, það er einhver algjör kóngur. Ragnar Þór Ingólfsson. Já. En þú sko þá bara mæti ég sem gestur. Einhver getur svona sagt honum á kvitta þá er það King Blur sko. Heitt símtal í hann. Þetta nú bara gamla kvittað. Talandum raldrengir. Svona Nixon Frost símtal svo syngt á kvöldi til. Blessaði meistari heyrðu. Hvað segir þið? 1. mars næsta föstudag. Já, þurfum við ekki að vera búin að kvitta bara fyrir næsta föst. Það verður rosa þáttur F9 blöð sko. En við vorum reyndar síðasta föstudag. Þá vorum við líka í hann var alltaf gýr föstudagur þegar F9 blöð þá vorum við á leiðin í vinnustafpartí. Og já, rétt. Það er 4 light bjóra og svo beintin í taxi. Sko fyrra partíð, fórpartíð, það var mjög skemmtilegt. Með öllu liðun á deildinni og það var stemming. En svo bara fórum við þetta í Þróttaraheimili og það var einhver að fara að kenna sína djamma. Ég ætla bara ekkert að beat around the bush hér. Þetta við ljúum ekki á hlustundum. Við þurfum að taka þetta í gegn. Sko, hvað voru, farnir heim 11:30. Það fannst að bara ráð okkur sem skemmtilegastjóra Sko, mistökin í þessu er það að þú leigir ekki, sko, fyrir fyrirtækja fjör þá leigir ekki svona stóra sali.
Já, nefnum og Þetta er ætlast til að bara allir mæti. Já, ég meina það voru, held ég 200 attending sko, eða þú veist skráðir. Já, þið vita það ekkert að leigja salin. Nei, ég er ekkert vissum að það hafi verið færri en það. Hversu margir starfsmenn vinna á sín, veitu það? Ég hef ekki hugmynd um það. Ekki 400 manns eða eitthvað. Já, við verðum alltaf að taka þetta í gegn. En svo talandi jam líka, þá finnst mér ungdómurinn, sjá ekki hérna Pretty Boy Jocko og þeir eru allir í Dubai. Hvað verður limmu til Lazy og drekka þetta og getur alltaf lappað og setja ekkert á Instagram? Þeir eru að leika sér við tíkistýr og þú veist bara Það er aðeins flottar en verður heldur við fyrir bíl. Já, það er svona Mér veist líka Við vorum að bóka til Lazy. Málega er Skammast mér fyrir að segja. Já, ég fíla þess að stráka svo mikið og virðið þá fyrir þetta. Þeir fara bara flott út til Dubai og mér sýnist að vera að vinna, taka upp tónlistarvídeó Já Issi með og alls konar og eru við bara að skoða hérna tíkustýrin og bara fara á bílasýningu. Hvað virður það? Já, nei, mér finnst bara svo skrítið, þú veist að þegar ég tengi ekkert við þetta. Ekki heldur. Eina sem ég tengi við þarna er bara að vera næstu sjónlaus inn í hérna einhverju ógisleiri limmu á leiðinni í þetta hellhole þannig ferðast ég sko. Já, bara fínt, þetta sé ekki. Ég er ekki vissum að ég held að Pretty Boy muni þetta gisk að hann muni aldrei fara til Atlantic City og þetta er bara, nú er ég að giska ég ætla að gefa mínum manni samt sko, ætla að bjóna með Ég sé hann ekki fyrir mér rappum á The Boardwalk Já, ég get lofa eitthvað því ef hann sýnir bara hann er með lag með eitthvað 1 milljón hlustanir á Spotify hann getur fengið gig í AC, það er nú ekki mikið að gera þarna Sinbad með stand-up Það vil ég gig þarna sko En ég minna sko, ef við myndum einhver tíma að fara aftur til AC Ég sagði það ná, það er búið að bóka við erum á leiðin aftur til AC Já, þú veist, það er ekki alveg sko Það er náttúrulega, það er forfallatrygging sko Þið eru búin að bóka Það er forfallatrygging sko Já Ég er ekki búin að bóka Sko En mér að hei, Beyoncé og Jay-Z voru á jamminu á Við sögðum allir alltaf síðast að við munum aldrei fara aftur og ég lofa þér að hlustendur eru með það og hreinu ekki fundi á margir að fara að senda með sko, máli er að ég elsku sérstaklega að færa hann að stað með að segja að Beyoncé og Jay-Z að vera þarna Þau voru á jamminu Þau fengu bara bóði ykkur partí og mættu en þau ekki þarna Þau ekki að hanga þarna Þau fara ekki í frí þarna sko Þú segir ekki að þeim hvað eru þau í frí Hvað er limman Frí í AC Komið úr limmu frá New York En hérna Þú þekkir einhvern brókarað í New York Var hann ekki að segja við að AC var í bullandi svo? Jú, hann vil meina það að þetta sé aðeins á leiðinu upp sko. Já, þurfum ekki að fara að tjekka á því Við höfum ekki verið hann í 2 ár En það sem virðist vera vandamáli við alltaf sko, á sínu tíma var þetta eini staður eins og hvað skamblað sko. Nú er annarkvæmt fylki í Bandaríkjum og líkulega skambling Þannig að samkeppnin er orðin insane Það var það sem ég vissi sko Þetta var það sem eitt leigubílstjóri sagði mér When the buses stop coming Já, og þú veist, ef þú getur gamblað í öllum fylkjum Akkurat að kera þangað Af því að þetta er bara stemming Hvað er þarna? Já, það er The Boardwalk auðvitað Við förum alltaf í februar, þannig að alltaf vont Nei, við erum að fara í mænum Já, sem er reyndar fucking amazing Einu ástæðan fyrir að Vegas gengur er því að fólk er ekki bara að fara að gambla Það er að fara á UFC, það er að fara á tónleika Það er að fara sjó og eitthvað svona En reyndar er UFC páskana í Atlantic City Þannig að það er greinlega eitthvað í gangi Þetta er eitthvað uppi Já, Hvernig er veðrið þarna í mæ? 25 gráður Nei, ég googlaði þetta var 18 Ég er að ræða allt svona AI nú Ég tala við allan daginn Ég ætla ekki sko 18 gráður Er AI orðið besti vinnuðin? Já, ég talaði allan daginn sko Þetta er bestu uppfinning in the history of mankind Hvernig er það? Ég hrættu við það What is the average heat in May? In New Jersey In Atlantic City Við erum ekki að fara samt í May Við erum meira fyrir april Sér segi Celsius please Og ég drekki plugg Ég er að meina Celsius og the heat Og ég nenni ekki Fahrenheit rastlunni Og hvað segir hún? Svessi, ég ringdi Svessa Hann sagði mér að hann var að súpa Celsius Mér veist það er enda að vera geðugu frasi Það rándist Hún er að velta steinum Þú sagði þetta var svo snögt Það spyr enginn alltaf sittir um að ég Þannig að þetta er lengst Sér að býja þetta svari hana Þetta er 19 gráður average Já, byrju average Það fyrir ef þetta fyrir aðeins above average eins og núna, það er 5 steg hitti hérna á Íslandi í februar Það er way above average Það getur ekki 25 steg hitti Já, líklega sko Erstu mikið úti þarna? Já Ég fer aðalega bara fyrir the sunshine og the boardwalk En núna sjáu þau kannski, þú veist, úti út að það er hiti og sjáu spautufiklunum miklu betur en það er að vont við og stormur og svo valega Ég er náttúrulega, strafgar, ég sá, ég var alltaf ekki að reyna að vera sniður því ég var að segja þetta
Ég sá mann í smetlubuxum Smetlujökkurum Matrix leðujaka Hvort hann hafi ekki bara nánast þeir beru á hann Hann var ekki askaði hárið á ólingnum og hann var með í fyrsta lagi Ég sá þetta líka, hann var bara reykja í fyrsta lagi mætir ekki askaði hárið á krakkanum Hvort hann mæta með úlingana Í Atlantic City Kannski bjóðan bara hann Þú veist að það býr fólk að það Hvað, bara inn á slottsvæðinu? Nei, svo er lítið annað að gera en að kíkja kannski aðeins inn á hóteli Með úlingin Það er allir veitingastæðinir og allt þar Við erum alltaf lent í vesina þannig Við mætum heimski íslendingar Við erum bara ráandum Not a word in the world Og það er mest hæsta crime rate í Bandaríkjunum Er það? Já, það er mjög hátt En við náttúrulega förum aldrei inn í borgina Við erum bara á kasinónu Og Sko, ég var alltaf að tapa það mikið Ég var að spurja við minn AI, ChatGPT Úti í crime rate Atlantic City has one of the highest crime rates in the United States with a crime rate of 97 per 1,000 residents, meaning that the chance of becoming a victim of either violent or property crime is 1 in 10. Hættu að spyrja svona spurning Þú er bara út í hitan Þetta er helviti hátt Já, ég verið Ótrúlega verðum ekki við drefnir hana Ég meina, ótrúlega Ég er örugari þar heldur en heima að mér Sjáu það andlitað að mér Já, ég veit það sér vel á þess Það er bara eins og ég hef verið að ráðast á kött Sko, Matteo með en arm Hann er rugglaður Ef ég loka hérna, sér augabrúnni Ég með risa skurði Og maður setja hann í The Octagon Þetta var því ég banna honum að fá sér keks Já, ekki banna honum að fá sér keks Hann búið með 4 Ég er bara að geta keks Ég hef verið skemaður í AC, sko Já, þú varst ekki í lamin samt Nei, ég keypti náttúrulega glæni að riksu og fullt af pening Ég heldur sér búin að segja þessu sögu Akkur keftur riksu í AC Að þið með vantaði riksu, hún var bara flott Hún keftur ekki elko bara Að því hún var miklu dýrari þar Að það tróða riksu í ferðartöskuna Það var ekkert mál, þetta er bara kassi Og svo er Hvað heitir þetta kemta? Er ég einhver hálfviti fyrir að kaupa meira en riksu? Nei, bara hver kaupir riksu í Atlantík sem verður og hellir í þau frá heim? Ég var í Walmart Við fórum allir Það var enginn að kaupa sér riksu Nei, ég kefti riksu, hvað sagði mér að kaupa þessa riksu? En svo er eitt í þessu líka Ég var tjartsaður á kortinu bara ítrekkað eftir ég kom heim mörgum mánuður Ég reyndar Ég ætti að loka kortunum Þegar kemur það svona, þá kaupi ég ekkert að því svona segir því að þú íkir svo rosalega Ég sver Þú ert svo nájaður Herru, talaðu fyrir Þetta var kannski verið einhverju $5 sem bara þú skuldaðir í skatt Nei, $5 Ég fóð bara, þegar ég búið að sjá oft tekið út af kortinu mínu 1200 kall, 2000 kall Alltaf litlar upp að þér En svo að vera að testa Og ég ringi og tjekka á þessu Hún bara, ég var í Atlantic City og lesti ykkur 2 kortið og svona Nei, maður var náttúrulega bara að kaupa drikki og þú veist það er svo létt ef einhver tekur bara símaður og mynda báðum einn. En þú veist að það er hægt að gera það í öllum borgum. Nei, það er ekki bara í Atlantic City. Í dag lætur þú posa, slærðin kóðan. Það er ekki þannig þarna. Þú ert að láta barþjónin fá kortið og hann fer með það. Það var þannig. Svona er easy. Við erum að leiðina. Við ætlum að fara hér yfir þáttur og það er rosalegu þáttur í dag, kæri hlustendur. Við erum að tala um að föstudagsslagið snýr aftur Jóhanna Guðrún. Hún er með, risa, þetta er ekki tónleikar, þetta er partí og hún er að fara að vera með Mamma þarf að djamma í Háskólabíó núna í apríl og hún ætlar að vera með föstudagsslagið fram að þessu partí. Þannig að við fáum í 6 vikur nýtt föstudagslag frá Jóhannu Guðrún Besta söngkona í heimi. Ekki bara á Íslandi. Veitu hvað lag hún ætlar að taka á eftir? Zombie. Já, það er óskalag frá Steinda. Það er samt alveg besta val og lagi. Það er rosalegt lag. En samt sem er málega sem er það, Mamma þarf að djamma, þetta er hvað 13. apríl eða ekki? Já. Ég meina það er bara, þetta er bara 1 gig eða ekki? Jú, þetta er bara 1 gig. Hún mun selja allir upp á þetta löngu ára en þetta dæmi kláðtjáni. Það var löngu uppselt síðan sko. Þannig að, og með þess að það er basically góð, hún þarf ekki svona að selja með það, en þetta er basically bara góðverk í rauninni. Já, hún ætlar að vera með okkur hérna næstu 6 vikur. Það er alltaf árið uppselt hvort þið er. Þetta er alltaf sko einn af mínum uppáhalds UFC-barðamunum var Zombie, sko þetta lag var tekið heilt stadium tók þetta, ég alltaf labbaði spila lagi spilað, heilt stadium söngið það í síðasta barðanum, það var svakalegt sko. Lagar til að heyra þetta eftir og talandi um comeback, það er ekki bara föstudagslagi sem er með comeback, heldur er íslenskt slúður á leiðin aftur í loftið eftir, hvað eru að tala um? 2-3 ári? Já sko, þetta er brakandi festslúður því að ég get sagt þér það er alltaf inboxið, það bara gjörsanlega fylltist þegar við fórum að nefna þetta daginn við ætlum að fara að snúa aftur með slúrið og ég sko það ætti nú að vera eitthvað til eftir 2 ára pásu. Hvað er það? 3 ára pása? Það er nóg til að slúrið. Celebrities hafa verið að hæja sér það ekki. Það eru 3 mólar í dagdrengir og
þeir eru rosalegir. Við erum líka með klefa, við fórum í alnafnan og þetta var ekki svona beint alnafni því að Steindi, ég setti smá pressa á hann í alnafnunum, ég sagði, ég nenni ekki bara alltaf saman eitthvað þú og ég sá hann einhvern veginn stressast í símtalið, það var búin að tala við gaurinn, þannig að hann kallaði á Smára og kallaði á Vil hans og kallaði á konunni sína Olgu, þetta var eitthvað stekt, ég hafði þess að gaman að segja, ég skal ekki jóna það. Sko, ég fór alltaf, það er góður klifi. Smári var hann alltaf í alnafnunum? Já, hann var í alnafnunum. Hann var byrjað að mæta þessi. Hann var líka í leiðilegum sögum náttúrulega. Já, en svo hvað heitir hann hérna? Skírnir mætti líka. Nei, Sírnir mætti líka. Halló. Hann er mjög góður. Já, svo erum við með spurningirni. Gerist annars, hvað eru að vinna með þar? Sko, á sunnudaginn er konundagur. Já. Sem er þetta risadagur. Já. Og eðlilega er ég með King of Women. King of Women? Eða King of konundagur. King of Women, King of konundagur, veist hvað allt kalla þetta. Og tölfræði, og þið veit elk tölfræði, 19. februar 2021 tók Stóni blöð og pakkaði hann saman 6-3. Þannig að þú ert reigning champ hérna Steindi með King of Women. Þú ert alltaf clear favorite, en það væri geðvegt ef að blöð myndi koma aftan að þetta. Ég með reynum mitt besta. Já, við reynum okkar besta, en er þetta núna á sunnudaginn konundagurinn? Já, Steindi. Hætt að tala svo, við veit ekki hvað konundagur. Þú veist maður, bara að panta okkur 40 blöður og gerfititling og í hvað á það. Já, það er ekki lætur drengur. Þykist ekkert vita þetta sjálf sunnudaginn. Það getur ekkert sagt. Þú var að vissi að þú var sunnudaginn sko. Ég er samt að heyra þetta í fyrsta skipti sem er bara ágætt að ég vita af þessu. Hvað er búið að vera auglýsingar í viku? Ég hef ekki séð neitt. Það er rólegt yfir þessu. Nei, það er endalaust að auglýsingar. Nú, hvar? Bara, að þú hlustar á útvarp og bara konundaginn. Ég hlusta ekki á útvarp. Hlusta ekki á Dr. Fútból. Ég hlusta bara eiginlega ekki á neitt og keiri þögn yfirleitt sko. En alltaf, þetta er á sunnudaginn. Konundaginn á sunnudaginn. Og þetta er svona seasonal keppni. Við hvetjum Karl með landsins til þess að rífa sér raskatinu og græja eitthvað. Kaupa eitthvað rómantíska blöðru. Bara hvað sem er. Bara do you. Sko Egil, nú ætlum ég bara að spyrja þig. Heldur þú að það sé bara að slá í gegn og mæti með eitthvað þannig bara? Hvað? Eins og hann er alltaf að tala með það. Tillingadæði. Ég get lofa þér sko, það gerður sem er hlæri minni bestu vinkunum í dag eftir og meðan á Tenerife-daginn. Bestu vinnir. Og hún er núna grenjand og hlátri heima á sig núna. Það er rosalega margir Egil sem eru bestu vinnir. Jú, mikið að góða vinnum. Nei, þú mátt ekki hitta eitthvað. Bara segjum að, til dæmis eins og núna á hann, Jón Arnór Stefánsson, hann var að fá sér pizza og lífa. Hann er frábær. Eru þið bara bestu vinnir að því hann settist að hann sjá? Já, við erum nánir. Hann var að gefa, já, þeir voru að ræða. Já, til hamingju Íslandmaður, körfunni í gær. Tók undir í höllina, uppspelt í höllina og geggjaði sigur. Lífið leikur við okkur í dag, er ekkert slæmt í dag. Já, nema það, ég sé á leiðinni verkvöld kannski. Já, það getur verið veist. Það er breytt símtal og þá erum við að græða þetta. Já, ég skal taka upp síman og heyrði Ragnari og heyri þér róa þennan mistara niður nú. Ég veit, þetta er svo hérna, já, og svo ætla ég að vera með hvort myndur frekar líka þannig að, já, eins og það heyrið það er gýri í mannskapnum já, sko, það er þannig gýri í okkur, ég ætla að byrja þáttinn á lagi þetta lag hefur verið ansoft spilað eftir 95 blöð, hvort þú byrja þáttinn á þið veit ég ekki en hvað langt sinni heyrðu þetta? We're gonna skate to one song only þetta er þeirra hlusta hér á FM 95 blöð á FM 957 og já, það er komið að slúðrið hér í FM 95 blöð og ekki íslensku en aldrei sem allt er íslensk slúður í dag brakandi fest erlend slúður það er oft rosa og oft með ferska móla í síðustu já, byrjum á erlendu, já með góða pakkanafli síðustu viku og ég ætla að byrja þetta á Kim Kardashian drengir og þá veit ég næ agli strax það er ekki flókið að ná agli sko þú har aldrei verið með móla hana og hann hefur sökkað það er alltaf góði mólar er það málið? Já sko, hún er að fá svolítið skít í dag því að, já, hún er að selja gamlar töskur sem hún á eðlilega já, og núna sett hún vist einhverja svona óhreina Hermes tösku á endursölu síðu fjölskyldan sem að fjölskyldan er með endursölu síðu eðlilega já, samt, það er sem ég ætlaði strax að byrja að ræða við ykkur ef þú átt einhverja milljarða þarf það að vera að selja gamla töskur en það er að halda sér í verði sko. Ég hef tösku sérfræðingar sem ég tala við menn hans er svo svona luxus úr þetta eldi verðbólgur þessi töskur já, en sko, hún keipti hann á $121,000 og er að selja hann á 70.000 ok, þá var það manures í heyrði já, reyndar að því að sko, ástæðan fyrir hún að fá svona mestarskítin ég held að fólk sé ekkert endilega rakka hann niður fyrir að vera að selja dótið sitt er að taskan er bara skítug
Það getur bara þrýfana. Já, sérðu, og hérna myndaði henni. Hún bara drullug. Hvað setur hún á þessu tösku? $70,000. Ok, en þetta er líka... Hvað er að tala um? 10 milljónir? En þú veist að Kim átti hana sem gefur henni extra value hana. Og fólk vill kannski hafa eitthvað sull á henni, þú veist að því að hún sullaði á töskuna. En þetta er ekki nema 9,6 M fyrir góða tösku. Já, 10 milljónir fyrir tösku. Mér finnst það að barging. Svo 10 milljónir á flugvöllunum. Ég myndi aldrei kaupa tösku á 10 milljónir. Ég myndi bara aldrei kaupa með tösku. Hvað, hvernig ferðastu þá? Tösku? Já, í ferðataska. Ég þurfti reyndar að kaupa ferðatöskum daginn. Þú er flottu með svona man's bags. Þá fer ég bara inn í ferðatöskubúð og kaupa með ferðatösku sem er bara helst eitthvað skær og litin svo ég sjá hann alltaf á farliðbandru. En þú þarfst ekki að öskra yfir allt hérna, þú myndir ekki að kaupa tösku. Þetta er aðeins algengar hjá hvern fólkinu sko. Já, svona handtöskur. En við erum bara að tala um okkur. En mikið sexy guy með að fara að nota töskur. Já, það er fullt af strákum sem eru með töskur sem kosta milljón, tvær. Það myndi bara aldrei gerast hjá mig. Það myndi ég frekar setja í AC. Ég er að segja það, ég myndi frekar bara fá mig bræðarifi fyrir milljón í staðin fyrir að kaupa með töskur. Rúrik er líklega að fara að vinna fljótlega með töskur held ég. Hann er ekki byrjað því. Hann er löngu byrjað að vinna með töskur. Kíró er bara lengi búin að með töskur. Hann sleppir ekki töskur. Fór hann ekki á hnið með töskur? Jú, ég bara hann elskar töskur. Hann er ekki einn sem elskar töskur sko. En hörðu það er rosalega. Ég má sjá þessa mynd að Rúrik hérna. Kaupa töskur. Líklegast með töskur. Ég er bara að sjá myndina á hann gula hattinn og glerun. Má ég halda áfram í stóðlega? Með tösku? Nei, þetta er eitthvað rosalega mynd sem ég séð sko. Þú segir það hvernig posta hann og há nóttu það. Ég er að sjá þetta núna. Og segir þetta hver einustu mynd. Þú sjáu bara alla myndir sem að posta. Mexiko og þetta álugur mynd. En segjum mér eitt, ok, þú segir að þetta ætti að hækka hérna í áliti, í verði hérna því að Kim Kardashian átt hana. Er það samt? Er þetta, veist, ok, ef þú kaupir sólkleru sem að John Lennon átti, það finnst mér eitthvað, ok, þetta mun ekki fara niður í verði. En ef þú kaupir eitthvað tösku sem Kim Kardashian átti, erum við að tala um það að það sé að fara að hækka eitthvað í verði hérna á næsta árum? Ég held ekki Kim átti þessa tösku. Ég held að þetta sé ekki að hækka í verði af því hún átti hana. En ég held að þetta sé frábært fyrir Hordera og aðdándur hennar. Já, kannski. Þú veist, ég meina ekki það, ég er aldrei eitthvað. Ég er alveg á Kim Magninum. Hvernig típa tösku er þetta? Hvernig típa tösku er þetta? Hermes. Já, ég potti þetta að segja þetta vitlaust og það er einhverja pýr og gummi kýr og fleiri grenjandi og hlátur í bílum. Hermes en Wolfblöð spjaldið. Það var búið að það er ekki búin að selja það. Það var búið að setja 500 skall á það. Já, Egill bauð 500 og gaurinn týndi ekki að selja það. Það er búið að hækka helming síðan líka sko. Þannig að þú veist, málið er að fólk kaupi. Það er að segja ég sé íslenski Kim Kardashian. Nei, ég er að segja að fólk kaupi bara, þú veist, ég minna mjög valuable að eiga Wolfblöð rúkkispjaldið. Þar er ég þakka fyrir fallega orð en ég er samt þar segja sam og ég er að tala um Kim. Þetta er ekkert að fara að hækka neitt verð. Lítill fugl sagði mér hérna að það var að koma annað one-on-one spjall núna í sumar. Já, það er að koma Háskaping og Blökarsins verður núna í mars. Það er bara mánuður í þannig. Já, unboxi, það er sem að unboxa í kringu sumari og þá verður hérna nýtt one-on-one spjall. Herru, Egill, ég er að ræða við ChatGPT með svona average price of Hermes bag. Þú verður að fara að loka þessu chat. Þú ert með þetta allan sólarhringinn. Hvað er þetta að spyrja það? Dýrastaskan er $510,000 og það er dýrtaska sko. Bara 65 miljónir í tösku. Það er aðeins dýrtaska. Bræðar ef við fyrir 65 miljónir sko. Já, ég bara myndi aldrei 65 miljónir, þú þarf líka að eiga insane amount of money. Hvað er ykkur áttur? Hvað sagður áttur á? $70? $70? Með að info sér fá þetta með sangjart verið. Ég ætla að bæta þess við þetta. Ef ég myndi vinna lottó, risavinning, milljarða, þá myndi ég samt ekki kaupa þessu tösku. Nei, þú ert líka ekki kvennmaður. Þú ekki geggjað með þessu tösku sann sko. Ég get alveg lofað því að Sigrún, konaðin, hún myndi ekki hata eiga svona Hermes tösku. Ég elska það líf. Þú náttúrulega hugsaði ekkert hana og hennar langanir. Þú vissir ekki svona væri konundagur á sunnudaginn. Þú voru aðeins að fara að taka þessum úr raskatinn. Við eigum ekki 65 miljónir til að kaupa tösku. Vissir ekki að konundaginn. Það er svona aðalástæðan fyrir að við eigum ekki þessa tösku sko. Ég meina það er að kaupa töskur á öðrum prís. Ég held hún er eiginlega tösku sko. Ég byrjaði að Kim Kardashian. Næsti móli Tom Cruise. Það er ekki sensar í dag. Helstaflöð tekur ekki sensar. Það er bara beint í winners. Ég átti svo góðan slúðupakki síðustu viku. Ég hugsaði með mér, ég get ekki fara að missa momentum hérna. So many hits. Hvað er okkur álur móla með Tom Cruise? Hann er á lausugallin. Hann er hættið með kærastunum sinni, henni rústnesku Elsínu Karova. En betur var hann ekki að gera niður þessu bara fyrir 10 kort tím? Já sko, þetta er
Stutt síðan sem Móli var 10 það korter. Nei, Já, veist það, stutt síðan sem Móli var það ekki Já, byrju. En ég get sagt ykkur eitt, þetta er örfáum dögum eftir að greint var frá því að hann hefði hitt börnunum í fyrsta sinn. Þannig að þetta er að koma fólki á óvart að lóti. Börnin er vel leðileg Nei, þegar þú segir það Ég get alveg sagt ykkur það að segja allir fóreldrar við börnin sína þegar þeir eru að skilja, þetta er ekki ykkur að kenna en börnir þið, sko. Það er alveg staðfest. Þegar Rakel myndum hætta saman í dag þá væri þetta börnum, sko. Heldur hvað er skrítið samt Þú stúl ekki þess að lígi, sko. Það er bara Þetta er alltaf sama lígin eitthvað. Þetta er ekki ykkur að kenna. En þú sagði, þú hittu börnin svo skildu, var ekki nákvæmlega skildur hana? Ég held þú sett bara hitt á naglum Hann bara nenni ekki að taka þátt í þessu Pæli hvað er steikt fyrir hana að mæta börnin ef þetta er úlingar eða eitthvað að mamma er komið heim með kærasta og Tom Cruise Já, sko, það er Kynnir hann bara, þetta er nýju pappi hérna. Hún er 36 ára. Ja, þú veist ekki. Hvað er börnin sér gömul það? Hún er kannski byrjað 26 Úlingar, alltaf úlingar Nei, 36, ég átti fyrsta barnið mitt 37 ára, sko. Já, þú veist, líka úlingar hún á kannski 2-3 börn Hann létur úlingar, mamma, hvernig það deyta? Hörru, ég veit ekki hvað það ekki hann Tom Cruise Bara, Maverick, já Það er sem ég er að deyta núna, sko Ekki einhver lagartrúð, sko Það gæti líka að það var smáldismunur. Herðu, Tom Cruise er 61 ás. Djúpult lítur hann vel út. Ég skal gefa hann það. Hann er pottið búin að fara í einhver aðgerð en hann er að gera þetta rétt. Já, en ef hann er að fara Hann er ekki svo mikið róleg Það sést ekki á hann Nei, það því, sko Þá er hann að gera þetta vel. Ef þú serði ekki að fólki að fóra í aðgerð þá fóra það í góða aðgerð, þú serði ekki að J-Lo þú serði ekki að Cruise-arnum þú serði að Simon Cowell, hann sparaði pening. En veist ákveður, þetta er ekki verið að spurning um að spara pening. Ég held þetta sé að fara bara rétt í þetta. Já, bara fólk verið gríti. Já. Bara please, þú verður að bara hækka á mér feysið meira og bara eins og Courtney Cox og Jennifer Aniston þau hafa alveg efna og dýrasta lítalækni í heimi. Madonna líka efnaði líka, sko. Þau eru öll hjá flottustu. En betur Jennifer Aniston, fór hún var overboard eða? Já, hvað er hún? Einhverjum myndir hann daginn eitthvað. Langt sinni sá hana hérna. Eða bara gamla góða Botoxi, sko, sem ég ætla ekki búin að kynna mér nógu vel. Sáu þið dinnerinn hjá Æði og strákunum og Simma Villa? Nei, ég var eftir að horfa. Greatest comedy of all time, sko. Shit, þeir voru þetta í síðustu viku, það eru snillingar. Já, þið verður að taka reynsla í þau heima ötti. Það er einmitt að kemur þessu umræðum Botox og hröskur í enni Hann er 61 árs, hún er 36 árs. Þetta gæti hafi líka verið aldursmunurinn sem að það var reyndar hann sem að ákvaða að kalla þetta gott, sko. Hún á 2 börn og fyrir sambandi, það stendur ekkert hvað er gömul. Þannig að Tom Cruise, hann er á lausu og það er ekkert langt síðan líka þau voru á deiti og hann leigði allan staðinn undir. Það er helviti vel gert. Ég held að Tom Cruise sé, þó ég elskar hann að gæta á lífinu, krefjandi. Já, ég hef sagt sko. Ég held að sé helviti krefjandi. Þau voru á stefnumótum daginn á Novkov veitingastæðnum og hann tók allan staðinn. Það er líka veist að þau eru komin á þann stað, bara herðu þau að fara að fá okkur að borða. Ég ætla að leigja staðinn. Hann reyndar að fullt af fólki á Sushi Social þegar hann var þar. Hann tók ekki staðinn. Já, betur hann hefur verið það. Bento og Nuno, það er alveg leikt honum staðinn heldur, sko. Sko, maður heyri sögur á hann, hvernig hann hafa sér á setti og maður enginn horfi í augun á honum og horfa leikin og allt þessa sögur. Ég veit þú elskar hann, ég held þetta sé fíbl. Já, sko, ok, ég held að líka sögur hans ég heyri, ok, en síðan verður velta fyrir þér, ok, Beckham er mjög eðlun náungi og svo einn af þessu celebrity sem er svona hann og Ed Sheeran og nokkru gæði sem halda haus í fræðinni. Ok, veist að Beckham er eðlun gæði, ef að Tom Cruise væri fucking asshole, væri þið bestu vinnir? Já, kannski. Ég held að hann sé erfur bara við fólk. Ég veit ekki. Ég held að vísindakirkjuna við fokka honum upp, sko. Þannig að mér finnst það meikar ég að Beckham mjög eðlun náungi, svo fólk sem horfa á þættina sem að vita, þetta er bara svona, þú veist, hann er ekki kolrugglaður allar eins og margir verða, sem er frægir. Já, herður, svo er það lokamólin og það er að Blanket Jackson sem var 21 ásum daginn, en hann stuttmynd hans Rochelles var valinn besta dramamyndin á Santa Monica. Blanket Jackson. Þetta er svona Michael Jackson. Hann heitir BG. Skýrði Michael Jackson strákur sem teppi? Nei, hann var alltaf kallaður að því að þetta er sem sagt strákurinn sem var undir teppinu þegar hann sett hann á svalinnar, muni eftir því. Hann er alltaf að brjála. Já, hann heitir BG og hann var að fá velun. Hann er sem sagt, hann vil lítið láta fyrir sig fara en er komin í kvikmyndabransan og hann er ekkert á Instagram eða neinu þannig. Ekki á The Gram? Nei.
Weird. Já, en ég myndi kalla þetta alvöru slúðupakkan. BG, þetta er sem hann heitir það. Já. Ég er hann að googla Þetta var líka þinn bestu móli bara held ég. Takk fyrir það, það er erfitt að halda þessu áfram. En næsta föstudag er bjórdagurinn mikli. Og ég var að heyra einhvers staðar að forsala á þjóðhátíð myndi byrja 1. mars á bjórdaginum. Selja ekki dýra en ég kefti Það er rosalega, það er þannig. Við skuldum auglýsingar, svo ætlum við í Klefa og Íslensk slúður sem hefur ekki verið hér lengi. Og svo er líka föstudagslægi eftir með Jónu. Þú veist hvernig við rúllum XXX. Þeir eru í höllinni núna í maí. Það verður gaman að fara rottalir í höllin. Já, það er rándýst. En það er hins vegar, drengir, komið að dagskalið sem að, jú, það er nú kannski ekkert alltaf langt sinni í sámanum. Við erum að fara í hvort myndur frekar. Já. Það eru 20 mínútur að Jóhanna Guðrún mæti með nýtt föstudagslag. Það ætlar að sjá það næstu 6 vikurnar. Hvenær viltu fara í brakandi fest Íslensk slúður? Já, herru, ég var með þess að búin að gleyma Ísland. Ég var að fara bara í það núna. Varstu búin að gleyma því? Nei, förum ég það núna. Jú, ég bara, það er svo langt sinna fyrir Íslandslúður að við verðum að fara í það. Já, sko, ég meina þið þurfa að vera tilbúinir í þetta, skilur. Hvort við verðum freka má alltaf sitja á hakanum, sko. Já, ég meina, þú veist, það er ekki hægt að segja bara tilbúinir slúður, þú veist, þið þurfa að vera algjörlega tilbúinir í þetta. Þetta er brakandi fest. Við erum Íslandslúður í 2-3 ár. Nei. Veitu, hvað er áttur í spurningkefninu eftir þig? King of Women. Já, hann er halvur rétt. Konudagurinn og sundagurinn. Akkurat. Vonandi erum við með þessum dagskulegi á meira og eftir að margir sem að hlusta sem bara fokk konudagurinn og sundagurinn. Jesus Christ. Já, við erum kannski að minna nokkuð á það. Við erum núna að fara að græja eitthvað drast. Steindi vissi það ekki. Nei, en maður hefði það var leikrit, sko. Nei, ég var ekki búin að sjá það auðlýst. En ég, eins og ég segi, það skiptir einhver máli. Maður er alltaf hirta því á morgun. Og í dag, kvöld, stutt í þetta. Þú vissi náttúrulega bara ekki það þessu. Nei, auðvitað gerir maður eitthvað geggjað. Það er Egill með þetta að vera leik. Já, ég bara var ekki alveg með þetta hreinu. Ég er náttúrulega, svo er þetta náttúrulega í kalandir potið á útlensku. En má ég spyrja þig, nei, þetta er Íslands fyrirbæri. Það er hár rétt þér. Má ég spyrja þig, Egill, hvað græði Steindi á þessu leikriti sínu ef þetta var leikrit þá? Nei, bara Steindi Junior veit hvernig konudagurinn er, sko, einhver veit það á Íslandi. En ég var að spyrja þig, ef þetta er leikrit hjá honum, hvað er hann að græða það? Ég veit kannski bara vill að vera cool. Vill ég vera cool? Ég myndi að segja að það er bara frekar lélegt að vita ekki hvernig dagurinn er. Ég skil ekki eitthvað bara að kannski hún hugsa um þessi smá street cred. Já, ok. Og gæjunum úti, ég veit ekki, er það Game of Friends eða eitthvað? Gæti verið eitthvað svona. Það er bara klessan með hann eftir í kvöld. Þú veist ekki, er það konundagurinn sinna? Já, þú veist að hún finnst töff bara, ég veist ekki eins og hvað dagur? Þú veit eftir ruglaða mér. Herru, þetta er ekki brakandi fest íslenskt slúður. Jöfnleiri til ég er bara að þrýsta á þig. Þetta má vera nú að tökum svolítið törnja svona eftir. Það er mikið þar að fara yfir, margir að drulla. Já, og þetta er bara að fara að líta dagsins ljósefnadrengir. Jú. Takk. Herðu, fyrsti móli. Já, fyrsti móli. Egill Plöter umskorinn. Það slúður. Hann lét umskera sig núna fyrir stuttu. Það er rosalegt. Plöterinn, okkar besti maður. Nei, þú gerir það ekkit fullorðin. Þetta er eitthvað sem er gestur út krakki. Ég meina, sko. Ég veit þetta er allt kjaftaði. Í Bandaríkjunum eru allir titlingar umskotnir, sko. Já, en þú gerir þetta ekki sem fullorðin maður. Þetta er eitthvað sem er gest. Nei, ef að Plöter vill umskera það bara skilur. Herðu, það er samt bara margótt verið að gera þetta. Hann fullorðin aldrei. En að tjekka á því að með vinninum ChatGPT. Það er ekki mál. Gerur þetta sem, ég held að þú gerir þetta bara sem barn. Ég held að þetta sé eitthvað rosa sásauki. Það er eftir sniðugar að gera þessi barn. En hann er bara að vera að gera þetta um daginn. Ég skal tjekka á þessu. Sem fullorðin maður. Fullorðin maður, ég meina síðast ég vissi á er hann bara í kringu 30 maðurinn. Já, það ekki? Ekki það, ég veit þetta en bara svo steikt. Nei, ég bara tjekka bara á þessu. Ég veit þetta bull hjá þér. Nei, þetta er ekki. Is it common to circumcise when you are adult? Ég skal lofa þér, það er ekki. Þetta er bara, en við komum með hér að velta steinum enna og bara halda þess að vera móla. Ok, en maður það stóðum móliðin, hans í umskorinu. En við leikir kvíla gervigrindina bara á. Ekki að byrja að liðin. Nei, ekki að kvíla hana, ok. Sko, já, hann lét umskera sig. Og ég var sérst með honum í núna partí hjá sín. Já, síðast hann var ekki ír. Já, hann var í geggjöðum ír. Og þá vildi hann alltaf endilega vera piss í kross. Og ég var alltaf að segja, nei, hvað, það er ekki eitthvað alveg löngu dött maður. Hann er eitthvað, jú, kottu. Það er langt sem maður að fara í það. Já, það er allt og langt maður. Piss í kross. Ég sagði, nei, við erum ekkert í tíma. Hvað var alltaf að byggja það? Hann bara, kottu, please maður. Hann alltaf að segja, please maður. Byggja piss í kross. Já, þá var hann ekki búin að segja mér þetta. Inn á salinni eða úti? Bara inn á salinni. Ok.
þá fólk hefur grunað eitthvað annað en verið að pissi kross þar. Já, en svo bara basically þarf ekki að segja. Og basically það sem gerist þar sko þá hann með umbúðir nýbúin í aðgerðinni. Umbúðir, hvernig þá? Á penisnum? Já. Og hvernig getur hann að pissa ef hann með umbúðir? Það í rauninni ekki. Nei, enda gata hann það í rauninni ekki. Af því að það byrjaði bara að varða allt blöst og þannig að hann tekur það bara af náttúrulega og svo ætlaði hann að sína mér. Og hann sýndi mér þetta og hann sagðist að lesa á netinu, það verður miklu sniður og annarkum maður væri í þessu og það bara þannig. En málum með plöturinn, þú veist, nú ætla ég að byrja að móla hann. Þetta bara common knowledge. Nú byrja ég alltaf þetta er slúri. Nei, þetta ekki slúri. Hann getur ekki hægt að tala þetta. Það máli. Fjölskyldan hans orðin hefi þreytt á þessu. Þess vegna sem hann vildi pissi kross með það því að hann var að monta sig. Já, sko, hann bara tala stanslust þetta, þú veist, hann heitir það umskorinn. Já, þú veist, svo ég hitti frendasundaginn sem ég kannast því. Hann orðin svo þreyttur á þessu. Þeir eru að æfa saman, skvassa saman á þriðjudagsmótum. Og plötur vill alltaf fara beint í sturtu. Vill alltaf hann vil að sleppa æfingunni. Hann basically alltaf bara kott í sturtu maður, please maður, kott sturtum fyrir æfingu og eitthvað svona prændast bara, nei, fyrir æfingu maður, skvassa, hvað vill ég setja. Hann vill alltaf vera svona. Hann stoltur af því. Já, mamma svo pabbi þvílíkt þreytt á þessu. Það röfla svo mikið þetta. Þú veist, eins og hann var í bjúi og uppstú núna hjá þeim á sprengidag af því að hann borðaði ekki saltkjöt og þá var hann að skera kongi bjúurnar til að sína útbúa tippi til að sína hvernig þetta lítur út og hann skar líka með forhúð til að sína munin, bara munin. Þetta orðið ræðsandi. Já, hann sagði bara, þið skiljið þetta ekki. Þetta 10 sinni betra, sagði hann. Þetta 10 sinni betra. En svo var hann líka fljótur að reiðast með þetta. Á staffafundur á sín og hann var að flissa með Rikka og Kristínu á fundinum. Svona bara svona smá svona fliss. Já, það er bara svona galsi í þeim sem bara stemning. Þórdís Valls var með fundin og segir svona kurteislega og útvað segir allt þetta bara að hætta að trubla, þú veist, bara kurteislega, þú veist, að hætta þessu flissi, sko. Þá verður hann reiður, sko. Flöður? Já, ok, já. Er það bara því að maður sipa þessi í umskurðsann? Maður lætur umskýra svo og fær bara skít fyrir viki. Þetta er 10 sinni betra, þetta er 10 sinni betra. Þannig að hann er svona, þú veist, hann er svona að tala mikið þetta, fattar þú? Og svo var hann í partíinu og svo sýnda, hann geymdi líka, í krukku. Sýndi mér að með að fá plötur í spjall. Eftir eitthvað rugg, hann eftir náttúrulega bara kjafn. Nei, ég er forvitin. Nei, hann sýndi mér í krukkunni. Þetta var bara svo gamalt húpa búpa bara, og náttúrulega gamalt. Nei, ef hann er ekki í nærbuxum og kannski í gallabuxum og bara á penistum, er það ekki óþægilegt? Það er spurning sem maður spyrja plötur. Ég veit ekki hvort það sé umskoðan ekki, en hann er ekki það sem Steindir að segja er satt. Akkur Steindir að ljúga þessu. Ég spurði hann að þessu. Hann sagði að það spurði hann að þessu ég var alltaf fyrir mig núna. Já, að þú ert kommando í gallabuxum. Það er óþægilegt eða ekki? Nei, hann sagði að þú veist, svo færðu bara smá sigg En ChatGPT svaraði Circumcision in adulthood is less common than infancy, but it is not rare. Þetta er ekki sjálfgeft. Smá, ég ekki segja róttök, en þetta er löðrungur. Þetta er 10 sinnur hennilega. Ég meina, það var ekkert óæðilegt að þú myndir henda þér í það, ekki neitt. Ert þú umskorunni Steindir? Nei, ég er það ekki. En bara, það væri gaman. Ég er bara að spyrja, ég hef aldrei spurt að því. Nei, aldrei spurt með því. Minn ég ekki um þetta. Það væri aldrei séð tipp á hann. En það væri ekki. Ég er ekkert að stara á titlinga og þú bara segir mig út eftir hann er upp í buxum og föstu Næsti móli. Býttu, hefði ég séð það? Já, ekki. Næsti móli. Þegar ég var að stara á penisinn á hann. Jó, við fyrir við draum og það ég vissi til. Strafgar, hlusti það sami. Hlusti það sami. Næsti móli. Ég var actually að hugsa þetta. Næsti móli það. Hlusti. Það er hann aldrei í ræktinni. Ég og þú erum saman í ræktinni. Næsti móli. Sigurður Hlöðversson útvarsmaður. Nei, ekki. Það er næsti móli. Þeir eru búin að slíðra sverðin. Ekki bara eftir það. Kóngurinn Siggi Hlöð. Hann á lífi. Elskar Sigga Hlöð. Ég er nýbúin að tala við hann. Hann er að græja miða hérna á United fyrir
Gilla Hvað meinaru? Auðvitað er hann á lífi Já, ok, ég held að vera að fara í gamla grín Nei, en hann er mjög veikur Hann er með 40 og tveggjast eða hitta 42 Já, eins og staðinu núna Ef það er einhver sem að þekki sig að hlusta sem er að hlusta þá allt sem að Steindi segir í þessum liði kæfta Helvítis flensa náðum með with a En það er bang margir með flensu Já, flensa Já, en hann er ekkert með 42 stað hita Það er ekki ekki bara hittalækandi Jú, ég meina, blöð, hann er bara smá lasin Já, Allt er góður, sko. en okkur er það íslensk lúður, hann sé lasin Það er bara að stóða þarna Ég er bara að fæta sent, sko Það er rosalega munur að senda einhver sé með smá flensu eða einhver sé að öskra á lið er þetta aftur í rumskorinn Herru, Af hverju komst hann í slúðupakkan ef hann eitthvað pínu Þetta er veikur? búið að vera álur mólar það er það sko þriðji mólin er DNA maðurinn Wow Dóri? Síðasti mólin DNA man Já En hann er byrjað að leka Ha? Já Raskandi á hann Nei, ekki eins og vendill Ok Heldur að framann Hvað mennur? Bara, Byrjar að leka hann dropar Ha? Hann dropar Það er hann bara mjög í sig Nei Þetta er Þú veist, það kemur- ríkalegt slúður Það kemur alltaf Sko, þú ert ekki að gera Dóra neina Það greiða kannast allir við Það kannast allir Betur við Dóri sé að hlusta. Betur fyrir hann giftur sko Það kannast allir við Þú veist að lenda kannski einu dropa Búin á klostinu Hristir ekki nóg vel eða þurrkar ekki nóg vel eða eitthvað En byrju, hvað er að gerast við Dóra? Hann bara Það dropa bara með reglum sko, bara þegar hann hóstar hann hlæri það eða hrópar Æ, Dóri, please, þetta er hlusta. Já, Þetta er komið gott Þetta var slúðupakki dagsins Það var meira með þetta. Já, ég dyrka Dóra það mikið Ég ætla að slökkva á þessu kjaftaði hérna. Nei, við erum að vinna saman núna gera seríu og það er Já, hvað er hann alltaf með pissupóll fyrir fram að segja? Nei, það kemur bara svona einn og einn dropi svona aða til sko Herri, jæja Ég held að það er ekkert í mörgum leiðum sem ég þarf að taka þetta fram En allt sem kom hér fram er kjaftaði bara svo við Það er ekki gaman að þessu Það held ég þegar að hlusta hér á FM 95 Blö á FM 957 og það er Loop og Dynamite sem færi ykkur FM 95 Blö og já, þegar ég held að þessi föstudagur geti ekki orðið betri að þá er eina á okkur uppálsmættinni í stúdíóið Jóhanna Guðrún, vertu velkomin. Hæ, Hvernig ertu? ég er bara ótrúlega góð. Nei, ekki. En þið? Já, ég sé það, þú ert í ykkur stemning á þér Það er stemming á mér, það er alltaf stemming á mér. stemning sko Ha, já. Steinda finnst eitthvað voða töff að hann vissi ekki að vera í konudagurinn á sunnudaginn. Finnst Nei. þið töff þegar stráka munið það ekki? Nei, Nei, það er ekki töff Það er ekki Ég töff. held ég var að reyna að ég vera eiginlega töff verð svolítið reið bara sko að hugsa um það, það er ekki munið eftir því. Ég glemd honum ekki sko Það voru- Herru, slökum að Ég glemd Nei. ekki deginum sko Ég Já. bara var En þú ekki vissir ekki að vera Já. svona. En þú veist veist ekki. það núna, Ekki þannig að hugsa þú getur verið þakkláttur fyrir það að fengja áminninguna og Já. gerir það eitthvað ennþá flottar í staðin. Auðvitað Ég Það meina- er jákvæð við að vera að vinna með drengjum eins og okkur allir að við minnum með á svona hluti. Ég held að séu samt Heppin að hafa okkur. var með bóndadaginn og konundaginn og svona Ég held séu langflestir sem er ekki meðan bara heyrðu, já, hann er eftir akkurat 13 daga og þú veist, þetta er, Nei, það viti þetta allir í viku. þú heyrir þetta alltaf bara sömu viku og nokkur dögum fyrir Herru, tala um það, slökum á. hvernig konugjöf myndið þú vilja, Jóna, á sunnudaginn? Hvað er að menn að gera sem er að hlusta? Úf, ég held að menn eigin bara að reyna að þekkja sínar konur, auðvitað erum við svo misjafnar að þú veist, sumar konur vilja dramatískar gjafir og eitthvað voða svona, þú veist, að menn aðrar eru bara sáttar við blómvönd og þú veist, Er blómvöndur, er það góð gjöf? Blómvöndur? fer eftir konunni. Já, Sko, mér finnst gaman að fá blóm, sko. Ok. Ok, blóm sleppur á þér. En ef að maðurinn kemur heim með uppblásna heliumblöðurum með svona hjartastæði I love you, myndur æla eða myndur vera skrútlegt? Því að allir finnst það ógæslegasta sem Nei, ég sko vinur Mér minn finnst keypti sko þetta daginn, tók minn effortið skiptir máli. Mér finnst þetta alveg krútlegt. Ég er líka ekki típan í að vera bara ertu fáið þetta, skilur, hvað ertu að gefa mig þetta? Ég myndi bara ekki gera það. Myndur þetta krútlegt? Mér finnst Ertu svo típa ef þú fær gjöf sem þú fílar ekki að þú segir að því að Ég myndi ekki segja Í alveg? Nei. Ég held að þú verður akkurat típa og það er skilin eitthvað. Það er illa, já, satt Ég særandi er hreinskilin en ég er kurteis. Já, ok, þú myndir ekki segja bara hvað það gera. Nei, Nei, ok. maður vill ekki Nei. særa fólk. Finnst ykkur ekki samt að þessi dagar séu einmitt að þú gerir eitthvað ekstra litlu hlutirni, svo er það einmitt blóm eða ostar eða súkulega eitthvað svona finnst ykkur ekkert skrítið að koma með eitthvað hérna ég keypti svo úlpu handaðir hérna úlpa, það er konudagurinn Ekki ef hann er búin að þetta ekki vanta eitthvað næ úlpu og- Já, henni vantar úlpu ég er að Þú segja er búin að tala um það lengi Já, og Það er frekar Já. dýr gjöf fyrir konun. Nei, ég veit það Já, ég held, eins og ég segi, þetta þetta bara ekki- fer svolítið eftir bara hvernig stemningu þú ert búin að búa til í þínu samband. Ég Þú held veist, að- eins og já. ég held að mamma og pappi, þú veist,
mamma er bara, pappin hefur ekki gefið mér gjöf, bara aldrei neitt svona, bara aldrei, skilur, þau eru búin að vera saman bara sem þau voru 16 ára, skilur en gefa alltaf flottar jólagjafir eða þú veist, það er alltaf svona bara ákveðna gjafir sem þau gera grand hitt er bara, þetta skiptir ekki máli, skilur já, og svo eru margir sem eru bara þú veist, allt í botni alltaf en það er náttúrulega kannski svolítið, þú veist, svolítið álag líka. Sen er þetta ekki málið, það var sko, þetta er alveg vesinni feb, það er bolludagur, sprengidagur, öskudagur þú ert ekki að gefa konur þetta og þú ert að gefa henni gjöf sprengidag og valþjóðdag og svo konundag, þetta er 3 dagar hver er munum á valþjóðsdeginum og konundeginum, the same shit. Svo má ekki gleyma ef maður á, þú veist, börn þá er þetta bara, þú veist, það er svona dagur í dag og þá komið svona búning og kannski, þú veist, næsti dagur er bara komið einum bleikum sokk þennan dag og þú veist, bara, þetta er svakar ef maður á 3 börn eins og ég, þá er þetta bara full vinna allt og hvernig kemur 4? Ég veit það ekki ef einhver tíman það þarf að gera mig gott tilboð make me an offer I won't refuse En sko, við erum bara á samningum við Jóhanna því að það er mamma þarf að djama það eru 6 vikur í þetta Þetta er 13. apríl Já, ég er mjög mjög reikningi og fjall í reikningi Ég líka Já, og þetta er í Háskóla Bíó og það var stappa síðast Það var stappa síðast og í rauninni eins og ég þarf að lýsa þetta er ekki bara tónleikar, þetta er í rauninni upplifun eða viðburður af því að við erum líka með sko kvenfrumkvöðla sem er að kynna fyrirtæki sín og starfsemi frammi semst í ganginum Entrepreneurs Já, þannig að þetta er líka svona expo, þú veist, basically En eins og expoið, er fólk að bara versla þar eða? Þú getur gert það Já, þú veist, fullt af fyrirtækjunum síðast til dæmis, þar voru bara með þeir náttúrulega eftir fyrirtækinu hvort að, þú veist já, þær sem voru með til dæmis verslun voru kannski með svona vinsalasta partina lagernum hjá sér og flestir bara seldu allt upp sko. Af því að það er líka bara gaman að mæta með vinkonunum með hvernig sem þú vilt hafa þetta og þú veist, fáið kokteil, lappa skoða og það er eitthvað fyrir allar eða alla, þú veist, þetta er ekki bara svona þetta típiska Er þetta 95% konur í salnum? Já þú veist, í síðast 100% konur í já, salnum þú veist, það voru held í 5 kallmenn síðast í salnum en ég menna, kallmenn eru að sjálfsögðu velkomin ef þú ert að leita að konu þá er þetta staðurinn til að fara á sko. Nú er ekki eitthvað creepy að vera þarna með kíkirinn og kleinurhingi og bara vera ef þú mætir með kíkin, já, þá ert í vesinni sko þú mætir leðurjakka svo eru, þú veist, fullt af liði sem er bara, ég var geðið til að fara á tónleikana og sjá það Það er bara nákvæmlega já, líka bara pör, ef að pörum langar að fara bara, þú veist, skemmtilegt kvöld þá náttúrulega auðvitað á maður ekki að vera rýn í það en þetta er náttúrulega svo stelpu gig svo að marga vinkonum mæta saman þetta er í rauninni þegar ég er að búa þetta koncept til þá er þetta náttúrulega hugsa fyrir stelpur, fyrir konur á öllum aldri, þú veist ég myndi örugglega, þú veist, ef ég var ekki að halda þetta sjálf þá myndi ég kannski fara með, þú veist, mömmu og, þú veist, konum bræðra minna eða eitthvað, þú veist, að þetta hérna Þannig að það er svona pælingin en auðvitað allir velkonir Það myndi sjá kannski 5-6 gæja saman allir liður ekki, myndi þú bara hvað er þessi gæjar að gera hérna Þetta er weird, þetta er weird Sko í ár getur verið mættir það því að Steindir að fara að taka rúndalan og djami kvöld, sko Það er reyndar Það er að taka rúndalan Sjálfsögðu En sko, já Allt vittlust að það gerist Ég hefði meira áhyggjur af sko strákunum sem kemur að inn í leðurjökkunum, sko það er bara konur komnar vel í glas og svona, já, ég veit það ekki við erum jæfnir lifandi, sko Þessi margir hlustar nú sem eru lausu sem eru að kaupa með og tix nú Það er samt eitthvað ógeðslega skrítið þessu 5 saman og allir liði Já, ég vistu þetta ekki Þetta er svona grís, hann er að ímynda sér atriðu grís Já, þetta er eitthvað þannig Sko, við, að því að við ætlum að vera með föstudagsslagið að þú ætlar að vera með föstudagsslagið fram að mamma þarf að djama og sko, ég veit að Halldór Gunnar sem er að gera þetta með og okkur megum við hafa þannig að það lag sem eru vinsalagast, ég held að náttúrulega setja þetta inn á Spotify fyrir eitthvað heldur en YouTube það lag sem fær mesta hlustun tekur það á mamma þarf að djama getur við gert þann dýr? Veistu það, já Það var skemmtilegt Já, það er bara mjög góð hugmynd Þannig að vinsalasta lagið úr föstudagslögunum verður tekið á mamma þarf að djama Góð hugmynd 13. apríl, er ekki 13. apríl? Jú Það er skemmtilegt Já, og fyrsta lagið sem að Steindi, þetta er eitthvað sem þú ert búin að biðja Jón að taka ég myndi segja í
2 ár frá því að bingoðið fór á stað, ekki? 1,5 ár. Já, og mér finnst þetta svo skemmtilegt, sko. Þetta er Zombie. Já, og Steindi hefur beðið mig oft að taka þetta lag og ég hef alltaf sagt nei. Já. En núna bara þá bara, já, ákvað ég að kýla á þetta. Bara einmitt. Ég er ógislána með þetta og þið, drengir, þið fáið að velja ykkur lög. Slakið þið bara á. Við fáum að velja okkar. Steindi fekk að velja fyrsta. Hér heyrið þið, fyrsta föstudagsslagið í langan tíma. Það er Jóhanna Guðrún og Halldór Gunnar með Zombie. Og já, ég er vel peppaður, ég er ekki svo búin að heyra þetta. Tekum á þessum. Amazing. Herru Steindi, ég verð að gefa það. Þetta var vel valið. Já, þetta er líklugu vinur. Og ég þó að sé alltaf mörglu eftir. Þetta er líklugu vinur á jamminu. Þetta er líka anti-warlag. Þetta er svona tilefnið til. Já, vel við í dag. Já. Þetta var sturglað og ég líka, sko. Ef þetta verður vinsælasta lagið, þá held ég að salurinn takir nú alveg 100 í Mamma þarf að jamma, sko. Já, klálega. Þetta er alveg svoleiðis lag, sko. En Egill, þú valdir, ég veit hvaða lag þið ætla að taka næst. Er það ekki Run sem að Egill kom með? Já, mér langaði að heyra hana að syngja. Ég veit að ég myndi velja Celine Dion. Ég er hjúts fan. Það var eitt typical svar hjá mér hana. En Run er ótrúlega flott svona dífulag. Já, Snow Patrol gerði það náttúrulega sín tíma og svo Leona Lewis. Hann vonandi verður það næstu viku. Já, við getum alveg kýst það. Það gæti verið potential negla, sko. Það gæti verið það, sko. En við sjáum, ég hef aldrei sungið það, sko. Ég þurfti að prófa þetta. Þú hefur aldrei sungið Run? Nei. Það er rosalegt. Hvað líka þú því? Það er lagið sem að Brian Ecclepen, okkar besti, hann var með það. Hann er tekst að troppa útgáfuna sem Brian Ecclepen gerði. Það er rosalegt, sko. Ok. Það var flott, talandi konudaginn. Hann kom inn syngjandi og núna, bara in no way er ekki að grína þig. Hann kom inn syngjandi með gítar handa konunni sinni með Run, hann var að syngja lagið Run. Hvernig er þetta lag aftur? Vaktana bara. Já, og var með Breakfast in Bed. Ef ég myndi gera þetta á konunni mína, hún myndi grenja úr hlátri. Þannig að það sem þú veist að segja á hann er bara mismunandi hjá fólki, hvað er, veist. Bara hvernig týpur eru þið? Eru þið væmnu týpurnar og þú veist það bara fungerar hjá ykkur eða ekki, sko. Ég ætla að gera þetta. Já. Ég ætla að mæta mig gítar. Nei, ég er Steindi. Hann var að sína fyrir daginn, hann er orðin ágætur á gítar. Ég ágætur á gítar. Mér finnst Steindi geggjaði rappari, sko. Já, Steindi hann er uppáhalds rappari minn, sko. Steindi er náttúrulega geggjaði rappari. Hann rappa fyrir konuna, hann með gítar. Já. Það er eins og held ég að það myndi virka. Hann kemur ekki gítarni með í stúdíóinu. Það er eitthvað lægir. Ég kann ekki á gítar, ég kann nokkuð grip bara. Talandi að því að Steindi, ég veit að þú hata nú ekki til að láta hrósa þér og Jóhanna Guðrún er nú hérna með okkur. Þegar vorum ekki að komið að því þjóðatíðalagi þá man ég þegar Jóhanna var búin að syngja inn á það, Svessi var búin að syngja inn á það, við vorum búin að taka, það mantaði partinn þinn. Ég man bara þegar ég fekk hann senda hann, ég bara, ok, nú er lagið. Það er complete. Það var svo punktur yfir. Já, sturglur yfir complete. Fengur Sigga hlut í stúdíó, hann mætti. Já, hann er vist með 40 gesta að hitta núna, samkvæmt íslensku slöð. Já, en hann er samt í yngri hættu. Nei. Bara föstudagur, mjög seria. En Jóhanna, við hittum þið næsta föstudag. Slaka til. Já, vonandi verður að Run við minnum á miðasölu, er það ekki inn á tix.is? Tix.is. Já, mamma þarf að jamma. Herðu, talandi konudaginn, drengir, eða ætla að gefa konunum ykkur eitthvað í gjöf. Klárlega. Með á mamma þarf að jamma. Herðu, það er þetta það er reyndar fullkomin gjöf. Þeir komið blóm og ef það væri einhver markasmaður í þér þá hefðu þú sagt á hann þegar ég spurði hvað er góð gjöf á konundaginn. Það er enda rétt. Þetta er líka svo geggjugjöf. Bara herri hérna, farðu með einhverju vinkonunni og þú losna bara við mig. Og líka að menn vilja búa til eitthvað svona félagahitting og bara gefur frúnni hann 4-5 með og síðan þú búin að gæða nætupössun og bara fara beint á skalið. Já, líka bara þessi viðbröð, þetta er svo mikið, þú veist, þetta er svo mikið svona women empowerment kvöld. Þú veist, það er svo mikið stemmari og það er svo mikið, einhvern veginn, það var eitthvað í loftinu þetta kvöld sem var bara þvílitt power, sko. Þú veist, líka klippurnar sem ég á af þessu kvöldi, þetta er bara sturlað, sko. En þessi entrepreneurs sem eru með bása, er þetta svona nýjir entrepreneurs eða veterans eða bara allur gangur á því? Allur gangur á því, allur pakkin. Gerðu blöss með bása eða? Já. Takk. Akkur spara ég að spurja. Það er besta vinkona að segja sýtt á Þetta var svolítið skrítið. Það var ég að spurja. Þetta var eitthvað grunnsalegt. Ég vissi svarið þarna. Það var eina sem maður vildi vita. Jóhanna, takk fyrir komuna. Við sjáumst eftir viku. Hér er Dua Lipa. Bóli kynnir með stolti föstudag. Alltaf verða klárt og ekkert framundan nema heil helgi. Gefðu þér tíma. Bóli. Léttur. Að setja á sig ilmdropa hljómar kannski smátt, en þegar geðheilsa er annars vegar gerir margt smátt eitt stórt. Þú getur nálgast G-vitamin ilmdropana hjá Nova eða á gvitamin.is.
Þeir kosta ekki neitt, en þú mátt bara taka 1 stykki. Geðhjálp. Þú farið konudagsgjöfina og blómvöndin í Hagkaup. Gerðu vel við konuna í lífið þínu. Hagkaup. Konudagsvöndurinn býður þín hjá okkur. Opið land allt á sunnudag. Blómamall. Heillandi heimur. 1700. Þinn fyrsti áfangastaður í heilbrigðiskerfinu símanúmerið 1700 og netspjall heilsuveru. Þar færðu ráðgjöf og upplýsingar hvert skal leita. Starfsfólk heilbrigðisþjónustunnar. Sum segja óvart þriðjudagur þegar þau eru að meina föstudagur. Afsakið það. Eurojackpot breytir lífinu 2 svar í viku. Konan í þínu lífi á skilið degur. Laugarspa.is. Við sendum vín heim af dyrum, en megum ekki auglýsa það. Heimkaup. Brakandi ferskur klaki með sítrónu, granateplum, límónu eða án bragðefna, en alltaf brakandi ferskur. Viltu verða lögreglumaður? Umsóknarfrestur til 27. mars. Kynntuðu lögreglufræði á unag.is. Háskólinn á Akureyri. Á að kíkja út að borða? Skoðaðu úrvalið og bókaðu borð á yfir 200 veitingastöðum land allt á dynote.is eða í Dynote appinu, stærsta markaðstorg fyrir veitingastaði á Íslandi. Dynote.is. Í verslun Stát færðu vandaðan herrafatnað upp í stærð 8XL. Sjáðu úrvalið á stát.is eða kíktu í verslun okkar í Fellsmúla 24 og við dressum þig upp. FM 95 Blu. Það eru Keiluhöllin Egilshöll og Túborg Léttöl sem færa þér FM 95 Blu. Það er hárrétt, það eru Keiluhöllin og Túborg Léttöl sem færa ykkur FM 95 Blu hér á FM 957. Enski boltinn alla helgina hjá Keiluhöllinni og að sjálfsögðu drengir happy hour. Ég held að það sé frá 9 til 11 og svo keirir Jóhannes Ásbjörnsson þegar við í bæn. Hann er ruglaður. C.J. Ég heldur hann sé ekki á rútunni en það er gaman að segja það. Já, hann hefur pottið aðeins tekið stýrið. Já, það hlýtur að vera. Hversu geggja er að Jóhann okkur náttúrulega taka föstudagsslagið næstu 6 vikur. Já, ég elska það. Já, það er bara geggja maður og líka bara allt svo gaman að fá hana. Hún er í svo miklu uppáhaldi. Já, hún er eina uppáhaldsmanneskunum mínum. En já, það er hins vegar komið að dagskrárliði sem að, já, við hefum nú sagt áður að þetta er svona eitt sá liði sem að hræðist mest hér eftir 9 blöð. Já, er komið að henni. Hér eru veterans í þessu þegar hún upplegið með þetta. Þú veist, hlustið bara á þætti sem eru 5-6 ára gamli. Það var alveg spurning ekki. Þið eru að fá, veist, mjög til dæla soft útgáfur í dag sko. En það er líka bara gaman fyrir þig að vita svona hvor okkar er romantískar. En svo núna, Stoney er clear favorite. Þú vannst 6-3. Já, það er þetta er ekki svona tæft. Nei, það er líka því að þú hefur verið að segja allar að vera undir hreindýrinu þarna með teppi. Nei, þá færði ekki stig. Þú færði ekki stiginu ef þetta sér rétt. Góðu punktur hjá King Blue. Og nú kemur þetta bara ljós, ok? Steindi, þú ert current winner. Þú vilt vinna þetta aftur. Og King of Women, svega konundagurinn, veist ég, King of konundagurinn hljómar weird, bara King of Women. Já, bara, já. Og þið verður hreinskil út, því máli er, út af því að nú eru að Ég er alltaf hreinskil. Já, út af nú að tala um gellur og þá eru mennað eitthvað svona, svariði bara, ok? Og hér eftir eftir. Er þitt faglega mat að áður að þú byrjaði með frúnni, hafður verið fárlega vinsall á gellunum? Þetta er svo óþægileg spurning. Nei, ég get ekki. Ég var ofta með verið spurningar, þetta er til dæla þægileg spurning. Ég bara, hvernig orðar þetta í staðan fyrir að segja, bara varstu vinsæll hjá hinu kynnu á sínum tíma eða eitthvað, bara hjágerð, þetta er allt svo vont eitthvað, en nei, ég held ekki. Ég átti ekki kærustu fyrir 17 ára. Ég var nú alveg. Ég er talað frú sem var, nú eru þið með frú, áður er byrjuð með þessari frú, ég veit að líka átt margar kærustur og allt það, skiljur, þau eru með vinsæli gæjar. Þessi kærasta, áður hafa voruð þau vinsæli á gellun. Já, ég myndi segja bara. Já, punktur á styrku. Nei, má ég tala? Lóksins svarar eins og að menn. Má ég tala? Þú sagði ég er búin að skrá punktu á þetta. Já, þú mátt alveg. Auðvitað varstu vinsæll, það vita það. Nei, ég er að segja, þú veist, ég hef aldrei átt erfitt með að tala við stelpur, skilur við. Nei, út líka huggulur. Ég er bara 8 góðan degi, segir þú? Sess bara. Já, nei, ég myndi segja að þetta væri bara já. Hörðu þið favorite að koma með punkt? Ætlaðu þú að segja neiblöð? Nei, ég held að fjölmiðlar hafa vel hjálpað mér hérna áður við byrjuðum saman í Órakjær. Já, ég finna. Þú varst 70 mínútur bara, þú varst í your sexual prime þá, sko. Ég hafði ekki tannig, ég var nú bara í baðvörður. 1-1.
Varstu gellusegull í grunnskóla? Nei, það var ég alls ekki. Mér langaði það og ég hætti væri það. Það að sorglega í þessu. Mér langaði það rosalega. Og ég öfundaði svo drengina sem átti svo létt með þetta af því að þeir voru ekkert að kasta út neinu netum en ég var eins og einhver bara sjómaður á kókaini en ekkert gekk og það nú er ég bara að segja ykkur alveg satt. Ég myndi segja ég hafi nú bara kannski ekki segur það er sikalegt Þú varstu vinsæll í grunnskóla? Varstu ekki að nerd eins og ég og Blöð? Nei, ég var ekki Hann var að bad little boy í grunnskóla Steindi var hann að pakka okkur saman maður heyri það, maður alltaf að læra eitthvað nýtt. Nei, ég meina Dóri DNA hefur líka sagt það hann var daginn hérna hjá Götustrákunum í podcastum, mjög skemmtilegt svo ég hrósið þeim nú hérna þá var hann að tala að sko Steindi var kolrugglaður úlingur og hann var a bad little boy hann spilaði sig alltaf hérna sem eitthvað rosa góðan strák og veit ekki segja og mikið og eitthvað svona hann var kolrugglaður. Hvað var Dóra að segja það? Já Hann er að hefna sín eftir við erum að tala hann hérna í 14 ár Ég held að einu munna á sér ég held að Dóri sé að segja satt en að Steindi náttúrulega ljúga því hann er ekki í dag sko. Það er eitthvað ekki rétt því að Dóri hefur oft sagt eitthvað þú veist verið að segja Hann talaði hann var ári yngri en þú og hann langaði hérna hann varst gaman að kynast þegar þú varst á fyndin og varst kolrugglaður. Já en ég er að segja að Dóri hefur oft sagt eitthvað mig þú veist bara sem er bara þú veist þá er ég ekki að tala hér eða við þig hann bara sagt við mig bara eitthvað sem við vorum að gera þá í gamla daga sem ég var bara að byrja, hvað ertu að tala um? En hann er líka með Memory of the Elephant sem við höfum fundið í blöðkastinu hann kemur, við erum 3 blöður úti og hann kemur inn hann man allt sem þeir eru búin að gera hann er líka rithöfundur og ljóðskap og það er erfitt að eiga við DNA mann velgefin maður en málega er að blöð þegar þú spila lagið í mötunutinu þá langaður að vera gellusegull en það totally backfired það ekki það var sem ég var að segja ég var svo mikið að reyna að vera gellusegull mér langaði svo rosalega mér langaði svo mikið að vera Dylan McKay úr Beverly Hills 90210 en ég var meira svona Steve-O Ándon það var 2-3 Stoney af því hann var gellusegull já, ég minna það er ríkalegt að vera kallað gellusegull en ég held að þessi keppni sé nokkuð svo samgjöld konar lænuð upp heldur að vera hlaupandi út alla íbúð hjá þér allsber og konundeginum nei og hef aldrei gert það væri skrítið maður þetta er bara, þú veist, greislíkandir í pössun síðan ertu bara hlaupandi einhvern gírskilur þeir eru ekki í pössun já, þú veist ekki að tala bara að lappa yfir eitt gang á glósett eða eitthvað svona, þú veist að tala bara að hlaupa bara eins og bara út í það núna bara einhvern gír ég veit að þú ert svona fíflast með þessari spurningu en eru þið mikið naktir heima ykkur? Nei, ekki ég persónulega meina lappum Steinþór kannski nei, ég meina þú veist maður bara böðum allir börn já, ég er að segja það getur við ekki lappað allsbyrðir nei, þú lappar ekki allsbyrðir heima nei en þú veist ég var ekki að reyna að vera fyndið nei, en þú veist það er næs að sofa allsbyrð en ertu ekki alltaf í slopp og maður gerir það svona með pössun og svona þá er enginn sem kemur upp í allt í hennu bara eitthvað og allt í þessinni Varstu gellu óður á árunum 2008-2009? Hvað meinar þú gellu óður? Ég bara eitthvað svona setja á Facebook alltaf og eitthvað Já, bara, veist, þessi ár varstu virkur í gellun varstu mikið að reyna við gellur eða þú vart að tala um það, þá var svarið já Já, sko, eins og fólk sem er áskrifundur á blöggastinu eða mögulega heyrta Já, þú varst stundum að henda út netum á Facebook á þessum árum Ég er ekkert að grínast með það er bara fátt sem ég skammast mig meira fyrir þannig að þessi gömlu Facebook statusar það er bara ógeðslegt að lesa og horfa á þetta Já, en ég meina, sko samt ekki, þú varst greinilega desperate Já, þetta er fyrir Tinder, þetta er fyrir Instagram Hvað áttu að gera? Ég veit En ég var alltaf eitthvað að henda út einhverju netum Þú varst bara að nýta the technology sem við höfðum at the time Varst þú byrjað með Sigrúnu 2009? Sko eina sem að Hagna Steindars og ég svo hérna í blöggastinu þú ert að fara í Facebook-leikin hann eitti Facebook-in og byrjaði með nýtt sem að bara vandræða gemlar gera Það er auðvitað sem er að stríða mér eittur dílítaður Facebook-in Steindars Já sko, máli er að Þetta ætti að heita Steindar og Steindarsson nýtt Þess vegna finn ég aldrei weird stats of rock Akkurat og statusnar hans voru bóttið ógeðslega Já, gæti vel verið sko ég er virkilega, já en máli er að ég var með Facebook sem var bara svona, ég samþykti bara alla og þá var ég komið 5.000 manns eða eitthvað og þannig að ég eitti og núna bara ég bara, hvað er ég með? Ég með að fá það ég noti þetta bara fyrir tjatti sko
Það er 22, en varst þú gerðlóður hérna 2009, svona þitt mat og þig? Nei, Er það förstu 2009 stendi þegar ég að henda út öllum þessu statusum? Nú bara, sko Hvernig hann sko hann að vita það? Glemdi náttúrulega sunnudeginum og nú eiginlega get ég ekki svarað þig Ég sko, nú er það setja með veg Já, þú ert að stilla til ljótt, já Erum við búin að vera saman í 15 ár? Já Já, það varst ekki á lausu 2-2, núna er sko shit hvað þetta er spennandi sko, ok Vá, því lík spennan Allar að gleðja frúna og vera í Versace á konudeginum eða enn vonbriðin og boxer eins og loser. Þetta er bara enn vonbriðin. Er það ekki? Hvað veist? Ég er bara að segja, ég mér aldrei kaupa svona nærbuxur. Veistu það? Hvað er að því að vera sexy í nærbuxum? Það er ekkert, mér finnst bara ekki sexy við þetta. Ég meina að við vorum að spekla þetta svolítið. Þú veist eins og þið finnst pottið. Ég er bara að spekla þetta á mig. Það væri kjánalegt þegar ég var í þessu. Ég blöð í Versace, ég væri geggjað. Þið finnst væntanlega frúin, þú veist gaman er frúin í fínum og flottum nærfötum. Já, en það er svo allt annað. Og það er pottið eins með hana og við múttum sjá þig í fínum og flottum nærfötum. Það er bara sam og við vorum að ræða hérna á hann með að koma að labba hans syngjandi inn. Ef ég kem eftir henni myndi fara úr fötunum og væri í Versace, það er greinlega aldrei eitthvað bara líka út af þessum þætti. Það er margt í þessum þætti sem er bara eðalega margt sem maður myndi kannski gera að gera. Þú þarft ekki að vera í þessi þvengnum. Það er líka til venjulegar. Rúrik er í rastlausum. Hann er alveg með opið bakið. Ég get alveg staðfest að ég hef ekki verið heppinn í hátteginu sem ég misti það út um mér í ræktinu við Egil. Þetta er bara, þessi þáttur er eðalega margt fyrir henni. Já. Var það síðan skipt svo að slökk í hátteginu? Ég get eiginlega bara svarið það. Eðalega? Já, þú talar um það í 3 ára eftir á. Ég misti það út um mér. Já, þetta er, en sko. Ég myndi alltaf ekki segja það ef það svo væri. Steindi, þú er í flott, sko, þetta er döðafærið þegar hann á punkt. Ég ætla að segja. Nú ætla ég ekki að vera leiðilegum Steindi. Ég ætla að leiða það, ég væri ekki flottur. Ég var ekki Versace. Steindi myndalöðu maður og ég dyrka hann en hann myndi ekki heldur fara á honum. Það ekki? Er ég ekki aðeins og bústinn? Nei, það er ekkert með það að gera. Ég var að segja, Púla ég þvengin. Bústinn? Þetta hefur ekkert með það að gera, þetta hefur bara karakter. Og Rúrik er 6% þetta, ég sé ekki endilega það sem hann er þetta beautifully tanned líka sko. Sko, drengir, veit ég hvað, ég nenni heldur ekki að lenda í Mean Girls eins og Pétur lendi ef ég fer eitthvað svona klósti með agli og hann sér að ég er í mennilegum nærbuxum. Ég minn það er nú stóra fréttir, Egill og Rúrik eru báður að skoða AC þannig að gæti lendi í því. Ég er að segja það, þannig að þú veist, þannig að ég er að hugsa sko, ég næði svona ekki fyrir sunnudaginn. En ég hugsa að ég muni einn daginn prófa Versace bræðuna. Jöfnveld væri að fyndið og kemur í þeim til AC. Það var ennþá 2-2. Sko, Egil, getur þú gert mig greiða? Getur þú panta bara svona fyrir mig og blöð og við borgum þetta kemur og því að við kunnum ekki að fara í þetta mál. Ég skal skoða. Hvað ert í nærbuxum? Medium eða large eða small? Nei, ég er nú ekki small. Hvað er það að hann tróða sér í small? Lægi með þig. Ég var að spyrja hvað stað. Ég er alveg svona, ég læra mikill sko. Ég er eiginlega Excel maður bara. Það er bara stendir sér bara að tróða sér í small nærbuxum. Lægi með þig. Hvað er að því? Ég var gaman að sjá það, sant? Ég var bara hvað stað að 2-2. Elskar þið gellur það mikið á vann sem baðvörður? Það steindi frítt. Núna finnst mér þetta er ekki frítt þig. Þetta er bara eðlilega spurning. Þú veist að ég vann ekki sem baðvörður. Núna finnst mér þetta að vera að fara svolítið í leiðindi. Kannski er mannsum sem baðvörður á ekki sundlaug og Heldur ég verið ekki búin að segja það í öllum þessu keppnum? Það er sundlaug og króknum. Þetta var búið að vera frábær keppni og skemmtileg. Núna verður hún leðileg. Hvað er leðilegt að spurningu? Að því að heldur ég að við ráðum einhverstaðar í vinnu að því ég elska gellur. Ég var bara að vinna, ég var bara með annan fótinn í ræsinu, ég þurfti pening. Veistu að reyndar Steindi. Þú getur setið hann, fólk sér þig ekki. Þú ert með lappir upp á borði og hendur í kross. Ég get alveg lofað það, nú er ég búin að þekkja ykkur 12-13 ár. Það spilaði pottið inni, þú varst að horfa á Baywatch og allt þetta á þessum tíma. 100% sko. 100%. Í fyrsta lagi var ég ekki mikið að horfa á Baywatch. Ég er yngre en þið sko. Þið verðið aftur að gera, ég er yngre en þið. Þú veist, ég var ekki að horfa á Dallas og Baywatch og allt þetta. Dallas? Það er ekki að horfa á Dallas? Ég var ekki að leysa morðgátuna bara heima á Rúf sko. Ekkert að leita Jessica Fletcher núna sko. Nei, málið, þetta er úrslega fyndið af því að það er kynslóðabilandi villi. Þótt að muni ekkert miklu, þetta er 4 ár. Þetta hugsaði sér sundlega vörður eitthvað svona. Nei, af því að ég hugsaði um daginn þegar ég var að segja ykkur þið muni hvor er eftir Poxi til dæmis. Og það var þvílíkt vinsælt þegar í kringum, þú veist, minn aldur. Já, það sem ég var að segja er þegar þú sóttir í sundlauginni, það spilaði alveg. Auðvitað spil, og hvað gerðist líka? Byrjaði að vinna og egnaði skellu. Það ekki sem gerði það? Það var ekkert sem gerðist það. Veitu hvað, ég er að fá sting í heilan. Mér er illt í heilanum, alveg svo í basketball.
Manstu þegar það var bara Já, ég man þetta. Does Dre have to quit basketball too, sko? Ég fekst þann sting, sko. En er hann að ljúga ykkur? Já, hann er að ljúga af því að ég fór að vinna þarna ekkert með í huga, það var basically þannig Eignast kærustu? Nei, það var bara basically Eignast ekki kærustu? Jú, en félagi minn sem var að vinna þarna, hann sagði bara, heyrðu, það var að losna hérna. Ég bara geðvikt, ég fór bara beint á fund og fekk vinnu. Ég var ekki, ég þurfti bara að fá vinnu. 3-2 sko blöð Þetta er döðafæri við þið núna að jafna þetta fyrir og þá fyrir þetta í úrslita spurningu ef stendur hvað þetta hóta er unnum bara búið. Hvað er eftir? Hvort er líklar að A Þetta er A og B spurning núna. Fuck, það er A rosalegt. Bjóði frúnni óvænt til París og sunnudaginn á Michelin-stað eða B gefur henni penis. Hvað okkur þetta sé bara mig? Þetta er svo rík. Þetta er svo ógeðslu spurninga því að svarið er nú fullur maður. Það er fullur maður að segja það. Það er rosalegt. Þetta er meiri líkur á maður. Það er djöfnilegt ógeðslu maður. Fekk blöð bara þessa spurninga? Nei, við erum vantilega báðið með hana. Nei, þetta er Hvernig er ykkur bara annað fyrir spurningu? Þau báður að svara. Já, þetta er meiri líkur. Þetta er bara spurningum líkur. Það er meiri líkur á að ég sleppi París. Já, það er náttúrulega Meiri líkur á B. Já. Ég meina, þú veist, maður er ekki búin að bóka ferð til París. Það er B hjá þér, þú. Ég er ekki á leiðin út. B. Ok, hörðu. Þetta er ekkert eðlilega spennandi. Hann er ekki bara jafna. 3-4. Ertu það mikill kóngur að eldri einu svona konu og kringlunni yfir á Jesú samkomu? Þetta er stig. Hvað er það? Þetta er bara eðli spurning. Veistu það, ég er svo ánægð með þig. Loksist þetta ekki að íkjörni. Ég hef aldrei hitt þetta orð. Hvað er svarið þitt? Já. Það er já. 5-3 Stóni, hann er bara að vinna þetta back to back. Já, það er rosalegt. King of women. Loksist þurft hann að svara rétt með kringluna. Já, bara svara á hreinskila. Það er ekki að tala gegn kringu það. Það er ekkert skrítið að vinna og bara beinu spurningunum bara til mín. Nei, það var alls ekki þannig. Hvað okkur er þetta? Skammast þín eitthvað fyrir King of Women? Nei, ég bara segja, þú veist, hann bara síðast að var óþægileg. Það er náttúrulega gauð sem er bara í kringlunu og eldir aðra pýr og bara Jesús samkomu. Það er bara stórfurðulegt. Nei, það var ekki þannig. Ég var boðið á samkomu sem var svo skotin í það ekki. Ég er bara ævintýra maður. Ég fekk bara gott boð, ég mætti. Ég og DNA maðurinn, fengið okkur köku og svo lesum við Bleikir Biblíu. Í samstarfið við Dynout og Loop Mint Mania Merch. FM 957. Hárið til að hlusta hér á FM 957 á FM 957. Við minnum á Dr. Recommended þáttu 2 hér strax eftir þáttinn. Og já, byrja bara klukkan 6. Já, það er öll eitasta tónlistin í dag. Somebody call a doctor. Já, en herðu, gaman að því, menn við vorum í auglýsingum Steindi, þá fekk ég rándir skilabóð. Já. Frá okkar besta manni, Dóra DNA. Og hann sendi höfum eitt á hreinu. Steindi byrjaði að vinna þarna í sundlaugin út af gellum og meðal annars út af Sigrúnu. Þannig að þú vissi greinilega alveg hún væri að vinna þarna. Þetta var ekki bara þú, já, það er laus vinna. Það er ekki þegar ég hafa Dóri sér að hlusta. Hann man allt. Ég get sagt okkur eitt, mástu því að ég var að segja ykkur á hann man mjög margt, stundum í sikkur röð. Ok, segðu sagt núna, vissur að Sigrún var að vinna þarna þú byrjaði að vinna þarna? Sigrún byrjaði að vinna þarna eftir mér. Það er akkurat það sem ég var að segja. Ég var að þetta bara staðfest. Ég ætla að heyri Sigrún með þetta. Það er bara staðfest. Ég bara var búin að vinna þetta í langan tíma. En þú veist að Dóri er með The Memory of the Elephant, sko. Já, hann er að rugglast aðeins þarna. Ég held að það sem meira með þú. Veltu, sko. Hún er ekki búin. Ég vann þetta. Ég held að rugglega, sko, það er mjög gott að Dóri DNA sé að hlusta því að þá fáu oft svona sanna sögur afstænda. Já, bara, ég byrjaði bara að vinna undan og svona. Við erum með gæja sem getur fact-checka allt sem hann segir. Dóri verður að halda um að hlusta. Þessi að rugglast okkar maður þetta aðeins. Það er ekki svo þessi stórmál, sko. Það er eins og komið að lokum hjá okkur í dag. Við minnum á blökastið, næsta þriðjudag. Hvernig helgin drengir? Hvernig hún hjá þér? Ég veit hvernig hún hjá Steindi. Ég er bara working og það er ekkert jam og gamla helgina. Nei, þið bara Nei, það er ekki raskat að gera. Það er fínt. En við erum að fara til City of Joy. Það er rosalega. Háskóla Akureyrar á morgun, við erum veislustir aðar. Elska Ak, City of Joy. Það er náðið naut á strikinu og við ætlum að reyna það, við gistum að kea það. Og enn í böðin, eitt kaldur í böðin. Ég held við náum ekki böðin. Við gerum allavega eitthvað skemmtilegt. Og þá fyrir gig. Tökum böðin bara á jólaballinu ef við förum aftur þangað. Já, það er rálegt. Þannig að The City of Joy, við erum á leiðinni. Sjáumst á Akureyri, já ekki það, jú, þeir sem eru í háskólanum, sjáumst annað kvöld. Annars bara, ef þeir ekki áskæmdur að blökast henni, þá heyrist við næsta föstudag. Takk fyrir í dag og eigið góða helgi. Ég ætlum að enda þetta á King Frikador.